Hátíðin snýst fjaðrir. Börnin voru að skoða alls konar fjaðrir. Við fórum í vettvangsferðir, skoðum fuglalífið í kring og börnin fengu að rannsaka hvaða fuglar og hvaða fjaðrir sem við fundum. Og við sendum fjaðrir á milli landa. Við fengum fjaðrir frá Póllandi, Spáni og Ítalíu og þau fengu fjaðrir frá okkur og það var svo gaman að sjá munin. Frá þeim fengum við fjaðrir sem voru bara risastórar, mjög litríkar og flottar. Með við komum hérna litlu fjaðrirnar. Samstarfi hér í Leikskólanum Holti, það hófst eiginlega 2012-13 þegar ein af kennarunum hér fór á svona ráðstefnu og kynnist þar sem sagt aðilum frá Póllandi og Spáni og þau fara að hefja samstarf og þannig bara byrjaði boltinn að rúlla. Ávinningurinn er alveg rosalega mikill. Þetta er bara hvað þetta hefur áhrif á alla leikskólan, allir fá að taka þátt. Börnin, foreldrarnir koma inn í, við fáum að ferðast, við fáum að kynnast menningu annarra landa og skoðunum og svona hinn og þessu og svo líka bara þessi persónulega ögrun. Að vera í svona verkefni er bara þetta líka faglega, að sem sagt maður eflir svona faglega, maður fer út fyrir þægindaramman, svona kynnast fólki og gera svona ögrandi verkefni og það heldur manni svo mikið við sem kennara. Þetta svo gaman, maður kynnist nýju fólki, maður hefur eignast bara vini fyrir lífstíð. Já. Maður er alltaf að leita á þessum síðum í dag. Já. Maður er alltaf að skoða, nei, þetta er eitthvað fyrir aðra skóla, núna langar okkur að vinna eitthvað svona fyrir leikskóla. Maður er alltaf með eitthvað hér, alltaf að hugsa eitthvað. Þannig að okkur langar það næsta haust. Þannig að við gerum það örugglega. Og við notum rosalega mikið endurvinnslu. Við erum með listasmiðju og maður er að koma með að heiman og hvernig við getum nýtt og verkefni okkar. Núna bara gaman að segja fyrir því að það er listahátíð Reykjanesbæjar var hérna daginn og það er allt svona úr endurunnu efni. Og það er var bara í listahúsinu okkar dús og þar voru verkefni og þetta árið var talað um hreyfing og þá voru öll verkefni í tengslu við svona endurvinnslu. Þannig að við nýtum það að vera í ítvinningverkefni, það náttúrulega gerir rosalega mikið fyrir leikskólasamstarfið og ég nefndi kannski aðeins á hann þetta, maður fær svona maður reynir að fá alla með og þetta er ögrandi, þetta gefur manni svona ákveðin markmið að gera, gera svona verkefni til að fá alla með, börnin með og þetta er svo mikill plús og bónus við það starf sem við erum þegar að gera. Þetta gefur bæði okkur sem bara starfsmönnum, kennurum, ofsalega mikið og bara heldur manni við og eykur þekkingu og reynslu og maður er að ígrunda og spá og spekulera og ég held að það gefi okkur rosalega mikið og svo getum við glætt þetta náttúrulega til barnanna og í umhverfið okkar hér, Reykjanesbæ.